Hjartanlega velkomnir gestir í sal borgarstjórnar Reykjavíkur. Gaman að fá okkur og æðislega skemmtilegt að sjá svona marga hérna inni. Nú erum við fann að nýta þennan sal svolítið betur. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem umræðum samskipti ríkis og sveitarfélaga og þá tekur fyrstur til máls háttvirtur borgarstjóri. Virðulegu forsetar, ágætu bæjar- og borgarfulltrúar. Við ræðum nú samskipti sveitarfélaga og ríkisins og sem ákaflega þörf og góð umræða og ég vil segja allavega hvað varðar okkur Reykvíkinga þá höfum við verið að auka mjög samskipti okkar borgarfulltrúa við þingmenn og átt mjög góða fundi og samskiptin hafa verið að bestast eða batnast og það til mikils að vinna og það gott að geta komið svona áhyggjuefnum sínum að beint við þingmenn vegna þess að oft og gjarnan þá vill umræðan fara fram á þann hátt að fjölmiðlar verða stundum einhvers konar milliliður fyrir samtalinu og en við viljum virkilega leggja okkur fram að treysta og bæta og styrkja samskiptin við ríkisvaldið og teljum að það sé síðan auðvitað okkur öllum og allri þjóðinni til mikilla heilla og ég bara hlakka til að hlusta á ræður hér í dag. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson. Virðulegu forsetar og bæjar- og borgarfulltrúar. Mig langar að byrja á því fyrir hönd okkar Akureyringa að þakka kærlega fyrir það boð að vera komin hingað í Ráðhús Reykjavíkur og í borgarstjórnarsalinn. Þetta afskaplega jákvætt framhald af fundinum sem við áttum fyrir réttum ári síðan, norður á Akureyri, og í rauninni ekki bara jákvætt framhald af samskiptum þessara sveitarfélaga, heldur held ég þetta sé ákveðið frumkvöðlastarf í samskiptum sveitarfélaga í landinu, þar sem að við skiptumst á skoðunum sameiginleg málefni og þó að verkefni þessa fundar í dag sé meðal annars að ræða samskiptin við hitt stjórnsýslustigið, þar að segja ríkisvaldið, þá mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa tækifæri til þess að miðla og eins að hlusta á það sem að aðrir hafa verið að gera og það sem að bæði vel gert og það sem við getum lært af og mættum gera betur. En það einmitt þangað sem að mig langar aðeins að fara í upphafsræðu minni. Það aðeins að upplýsa og segja frá svona verkefnum og samskiptum sem við höfum átt við ríkisvaldið. Nú það oft þannig og við höfum sem oft fengið að heyra það og ég reikna með að borgarfulltrúar hafa fengið að heyra það jafnt og bæjarfulltrúar á Akureyri, að þegar við komum fram með ykkur mál og berum þau upp við hvort sem eru þingmenn eða starfsmenn ráðuneyta, að þá hljómum við alltaf eins og ykkur grátkór, kvartandi yfir því að það vanti þetta og það vanti hitt og helst fjármagn. En auðvitað á það ekki að þurfa að vera þannig. Samskipti okkar þessara tveggja stjórnsýslustiga á að vera uppbyggjandi og með þeim hætti að það sé borin traust og það sé borin virðing, að báðir aðilar beri virðingu fyrir hinum.
og þannig vil ég nú meina að sé í meginatriðum, þó að alltaf megi gera að sjálfsögðu betur. En til þess að fara aðeins onni í nokkra punkta og hugsanlega koma hér borgar- og bæjarfulltrúar inn á þessa punkta líka á eftir, að þá ætla ég bara aðeins að opna á umræðuna. Fyrsta lagi er að þessi formlegu samskipti sem við eigum, sveitarfélögin, og það náttúrulega oftast í gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga, en þar á Reykjavíkurborg 3 fulltrúa og Akureyri á það reyndar 1 fulltrúa í dag. En í gegnum þann vettvang þá eigum við mjög mikil og náin samskipti við ríkisvaldið og stjórnarráðið, og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur sveitarfélögin í landinu að nýta okkur með þann vettvang, og það eru nefnilega fjölmörg mál sem að við eigum þá sameiginleg, og að við séum þá að koma þeim sameiginlegu verkefnum á framfæri ef við getum kallað í sameiginlegum farvegi. Auðvitað er það þannig að sveitarfélög þurfa síðan að sækja hvert og eitt sín einstöku mál, og auðvitað er það náttúrulega bara eðlilegt, en ég held að við ættum að gera meira af því að nýta okkur þennan sameiginlega vettvang sem að Samband íslenskra sveitarfélaga er. Það vill nú oft brenna við að þegar við erum í þessu samskiptum ríkið og sveitarfélögin, að þá er það reglulegi fundir sem við eigum við stjórnarráðið, það er að segja hinn mismunandi ráðuneyti, en ekki síður við þingnefndir, og ég ætla að nefna hérna eina nefnd sem að, ég veit ekki hvort hún mér svona hjartfólgin eða hvað, en ég hef haft tækifæri til þess að koma fyrir þessa nefnd síðastliðin 12 ár, en það er fjárlaganefnd. Fjárlaganefnd er svo nefnd sem að stýrir að stórum og mestum hluta þeim fjárveitingum sem koma frá ríkisvaldinu og meðal annars til sveitarfélagana, hvort sem það er vegna samninga eða annarra verkefna, og það sem að máli skiptir þar, það er rauninni hvernig maður bæði ekki bara upplifunin sem maður á þessum fundum, heldur rauninni hvernig viðmótið er þegar við erum að bera okkar mál á borð. Það er og vill brenna við að þingnefndarmenn, og ég sá það nú bara síðast í umfjöllun í fjölmiðlum núna fyrir stuttu, það er þetta með virðinguna að þegar við komum til funda við þingnefndir, að þingnefndir séu fullskipaðar. Ekki bara að þær mætu réttum tíma, heldur að þær séu líka fullskipaðar. Þannig að við höfum tækifæri til þess að ræða við alla þingmenn, ekki bara þingmenn okkar kjördæmis eða þingmenn sem að tengjast einhverjum ákveðnum málaflokkum, heldur að það séu allir þingmenn komnir til þess að hlusta það sem höfum fram að færa. En það vill brenna við að þetta sé ekki þannig, heldur einstaka þingmenn mæti, og nú auðvitað hafa þingmenn mikið að gera, en það er þannig að þú kannski skipta með sér verkum, en það er afskaplega mikilvægt að við fáum það ekki á tilfinninguna að það sé ekki í rauninni vera að hlusta það sem við erum að leggja fram. Þetta er nú bara svona örstutt svona þessi formlegu samskipti, og ég held að við getum bætt þetta og ekki síður þá sveitarfélagamegin að leggja þá áherslu á það að við fáum þær móttökur sem við höfum væntingar til. Ég talaði áðan að ég ætla að nefna hér nokkuð verkefni sem að snerta okkar sveitarfélagi, Akureyrarkaupstað, en við höfum verið reynslusveitarfélagi í ýmsum málum. Nú síðast þegar að reynslusveitarfélagaverkefnunum lauk, að þá voru gerðir þjónustusamningar við Akureyrarbæ ákveðin verkefni. Það er náttúrulega, ber kannski fyrst að nefna málefni fatlaðs fólks, en þau verkefni eru nú komin til allra sveitarfélaga, og við að einhverju leyti ruddum ákveðna braut á því sviði, og það er bara einfaldlega svo að þau samskipti hafa verið bæði jákvæð en oft á tíðum stundum neikvæð, og það er alltaf kemur að sama brunni eða sama grunni í því. Það er að fjárveitingar til verkefna, hvort sem það eru með formlegum hætti eða óformlegum, þau þurfa að vera til staðar. Við höfum lent í því í þessu verkefni varðandi málefni fatlaðra að fjárveitingar hefur einfaldlega skort, og við þekkjum það núna á samstarfi okkar þessara tveggja sveitarfélaga, það er að segja Reykjavíkurborgar og Akureyrarkaupstaðar, að við höfum verið að miðla upplýsingum okkar í milli það hvernig reynslan hefur síðan verið eftir hinn formlega flutning. Og það verður bara því miður að segjast eins og að þar skortir ýmislegt á, og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að snúa bökum saman í þessu verkefni til að tryggja það að við sitjum ekki upp með verkefni sem að
getum kallað það, er íþyngjandi fyrir sveitarfélögin, ekki íþyngjandi í merkingunni það að við viljum ekki sinna þessari ákveðnu samfélagsþjónustu fyrir ákveðna íbúa, heldur vegna þess að við getum staðið undir þessari þjónustu fjárhagslega. Síðan er það málefni aldraðra, en við höfum verið með þjónustusamning við ríkið varðandi rekstur og málefni aldraðra og nú er í undirbúningi vinna við yfirfærslu á þessum málaflokki til allra sveitarfélaga og við höfum haft tækifæri til þess að miðla þar ákveðinni reynslu og meðal annars fullyrði ég að það hafi tafið yfirfærsluna. Það eru þær upplýsingar sem við höfum komið með inn í umræðuna því að þar er þetta líka spurning um fjármagn og hvernig menn í rauninni reikna það fjármagn sem er ætlað til rekstursins, en því miður er það svo að Excel-skjölin passa ekki alltaf í rauninni við hinn raunveruleikann eða raunverulega þjónustu og því miður að þá hefur þar líka hallað á sveitarfélagi eins og Akureyrarkaupstað. Og síðan síðasta þjónustuverkefni sem ég ætla að nefna hérna, það er heilsugæslan, en við stöndum einmitt í því núna þessa dagana að ræða við ríkisvaldið að ef ríkisvaldið kemur ekki með aukið fjármagn til reksturs heilsugæslunnar þá einfaldlega séum við ekki tilbúin til þess að framlengja þann þjónustusamning og sem þýðir þá að verkefni farið aftur til ríkisvaldsins. Mér finnst nauðsynlegt að minnast aðeins á þessi 3 verkefni hér vegna þess eins og þið heyrið að þá eru þau hérna svo sem ekkert ólík en þau eru að mismunandi meiði og við munum fjalla hér á eftir velferðarmál og samskipti Reykjavíkurborgar og Akureyrarkaupstaðar varðandi velferðarþjónustu og menn hafa horft til Akureyrarkaupstaðar varðandi svokallað Akureyrarmódel en það snertir einmitt málefni hérna heilsugæslu, málefni aldraðra og málefni fatlaðra. Þannig að það er ekki ástæðulausu sem ég nefni þetta sérstaklega hérna við ykkur ágætu borgarfulltrúar að okkur ber að varast ákveðnar gildrur sem eru á þessari vegferð. Nú, ég reikna með að hér komi aðrir og ræði önnur fjölmörg mál. Ég er með held ég 22 punkta sem ég geti farið í gegnum en ég ætla nú ekki að þreyta ykkur á því öllu saman. Ég kem kannski þá aftur inn í umræðurnar eftir því hvernig umræðan þróast. En ég vil bara ítreka það hér að lokum að minni hendi að samskiptin sem ég nefndi hérna áðan á milli þessara 2 stjórnsýslustiga, það sé ríkisvaldsins annars vegar og sveitarfélaganna hins vegar, hún verður að geta byggst á trausti og trúnaði þannig að við séum að vinna og róa í sömu átt en ekki að þessu upplifun sé því miður hjá okkur að við séum alltaf að þiggja einhverja ölmusu eða ráðleggingar frá hendi ríkisvaldsins eða hins stjórnsýslustigsins. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Haldrandi. Forseti, ágæta borgarstjórn og kæra bæjarstjórn Akureyrar. Það er mjög ánægjulegt að sjá okkur hér í borgarstjórnarsalnum. Við erum aðeins búin að vera að ræða fjölgun eða ekki borgarfulltrúa. Meðal annars með þeim rökum að þeir komist ekki fyrir fleiri en 15 í þessu sal, það er augljóslega rangt, eða þá að bæjarstjórn Akureyrar er svona nett og lekker að hún rúmast óvenju vel í þessum sal. En ég vil taka undir með borgarstjóra og bæjarstjóranum að ég fagna sérstaklega þessum fundi og þeirri nýsköpun og deiglu sem er í gangi í samskipti bæjarfélagana. Við Eiríkur vorum raunar að koma beint af fundi með Rögnu-nefndinni svo kölluðu, þar sem Eiríkur er í samráðshópi nýju flugvallarstaðinn og ég er ekki frá því að við höfum bara leyst það mál, það verður bara sagt frá því aðeins seinna. Nei, en ég nefni þetta hér vegna þess að sum mál eru þannig að þau eru stór, þau varða mjög marga og það þarf að taka tillit til margra hagsmuna og þau geta verið flókin í úrlausn og það þarf bæði þolinmæði, seiglu og nokkuð hyggjuvit. Þannig er í ýmsum samskiptum ríkis og sveitarfélaga, þar sem að sveitarfélögin hafa sín og ákveðna afstöðu, ríkið stundum líka, en ég held að einn svona undirliggjandi veikleikin í þessum samskiptum er að mér finnst stundum skorta í raun skýra framtíðarsýn hvernig að veita þjónustu á Íslandi, sem er þá einhver grundvöllur sem allir hafi komið sér niður á og er að vinna sig að.
Við getum tekið bara þessi ágætu dæmi sem Eiríkur nefndi, málefni fatlaðra og aldraðra, að ef það er ekki skýrt hvernig við ætlum að veita þjónustu innan Reykjavíkur eða út í héraði eða á Akureyri til framtíðar gagnvart íbúunum, að þá er ekkert skrítið að það reyni á og menn greina á markmiðin eða sjáu ofsjónum yfir fjármunum sem í þessa málaflokka fara. Því að ég held að þessi mál og svona styrkjast heldur í þeirri skoðun verði aldrei markviss og eins og þau eiga að vera nema að sé í raun gerð einhver langtíma áætlun hvernig þjónustan er veitt, á hvaða formi og hver veitir hana. Mín skoðun alveg skýr í því. Ég held að öll nærþjónusta eigi að vera á hendi sveitarfélaga. Það tala mjög margir í þá veru líka ríkisins megin, en það er skilað meira auðu þegar að spurt er hvernig. Nú sjáum við til dæmis að fyrir þingið að fara frumvarp sem er að sínu kannski umdeilt einhvers staðar fækkun sýslumannsembætta og lögregluembætta. Sýslumenn fara til dæmis með afgreiðslumál fyrir Tryggingastofnun ríkisins og maður spyr sig hvort það væri ekki nær að horfa svolítið heildstætt yfir þetta og skilgreina í raun þjónustumiðstöðvar hins opinbera í héraði sem færu með öll þessi nærmál þannig að fólk þurfi ekki vera að rekast svona á milli stofnana. Við höfum eins og haft áhuga á því að hugsa þetta svona heildstætt hér og ekki fyrir Reykjavík í heild heldur fyrir hverfin eða borgarhlutana sem þjónusteiningar. Þannig að þetta er nú eitt, hvernig við veitum þjónustuna og sem hluta af þessu þá held ég að það verði að ná utan það hvernig er þetta einfalda og auka rafræna þjónustu á Íslandi. Að þar sé líka bara ein gátt á einum stað fyrir raun alla íbúa landsins. Við erum ekki það mörg og þetta er ekki það flókið þegar allir með tölvu að þetta gæti líka verið hluta því og það er líka í raun byggðaverkefni sem við getum hugsað út frá þeim sem fá þjónustuna sjálfur. En svo er komið að peningunum og það er auðvitað undirliggjandi og það veldur langmestri svona frustrasjón og pirringi í þessum samskiptum þegar að sett eru fram og í raun kveiktar mjög miklar væntingar þjónustu og við getum tekið dæma málaflokki fatlaðra án þess að peningar fylgi. Þetta dæmi er mörgum sveitarstjórnarmönnum ofarlega í huga vegna þess að verkefnaflutningur sem mikil samstafa er nýlega garð genginn og það var ekki fyrir en bara nokkrum vikum síðar að tók að birtast reglugerðir aukin metnað í málaflokknum án þess að það kæmi endilega aukið fé með. Þá er ég að tala búsetuúrræði, þá er ég að tala leiguverð, þá er ég að tala notendastýrða persónulega aðstoð sem eru allt mál sem að margir sveitarstjórnarmenn brenna fyrir en finna sér nokkuð ráðalausa að í raun innleysa væntingar fatlaðs fólks vegna þess að fjármunirnir fylgja ekki eftir. Og þá er ég ekki að halda því fram að ríkið búi við þannig digrum sjóðum að það sé einfalt mál að forgangsraða í þágu fatlaðs fólks. Ég er bara að tala það að þessi veruleika verða að ríma saman. Það gengur ekki að lög og reglugerðir segi eitt en fjármagnið annað. Og hér voru nefnd býsna dramatísk dæmi að ég vil segja frá Akureyri það að fyrirmyndarmódelið að mínu mati, það sem ég hef oft kallað Akureyrarmódelið, þar sem að heilsugæslan málefni aldraðra og fatlaðra á hendi bæjarfélagsins, að það sé að trosna á límingunum vegna deilna fé og Akureyrarbær sé í alvöru kominn á svo örvæntingafullan stað með þetta, auðvitað að rjúfa þessa samþættu þjónustu og skila þessum verkefnum. Við erum því miður á sama stað með sjúkraflutningarna, þó að öllum við borðið séu sammála það að það verkefni sé langbest fyrir komið á slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. En það er í raun mjög umhugsunarvert og óþolandi að sveitarfélögin, annaðhvort ein og sér eða saman eins og við í gegnum slökkviliðið, hafi virkilega ekki önnur tæki en einfaldlega að skila verkefnunum
mætti hugsa sér að það væri einhvers konar sáttamiðlun fær með hlutlausum utanaðkomandi aðila sem gæti stigið inn í þetta? Eða sjálfgefið á meðan ekki semst að sveitarfélögin þurfi þó alltaf að taka reikninginn og geti aldrei gert sér vonur það að fá í raun meðgjöfina bætta aftur í tímann? Því að það segir sér sjálft að við núverandi aðstæður, þar sem að þetta hefur verið raunin, að þá er raun innbyggður hvati í kerfið fyrir ríkið að bíða, hægja á og semja ekki fyrr en í fulla hnefana og þá aldrei afturvirkar bætur. Þetta held ég að sé mikið stórmál, ekki bara fyrir þá sem njóta þjónustunar, þó að áhyggjur manns liggi nú oftast þar, heldur líka fyrir þessi samskipti og í raun fyrir sjálfsmynd sveitarfélagana sem fullgilds aðila í þessum samskiptum. Það var af þessum sökum sem að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins steig það skref sem ég held að ekkert sveitarfélag eða byggðasamlag á vegum sveitarfélaga steig á dögunum, að sækja bætur fyrir óuppfylltan samning aftur í tímann með löginnheimtu. Sem þýðir hvað? Jú, að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru tilbúin að sækja fulla greiðslu fyrir sjúkraflutninga aftur í tímann fyrir dómstólum, ef ekki vill betur. Þetta auðvitað engin hemja í samskiptum, en svona einfaldlega komið þennan mikilvæga þátt sem sumir myndu segja að væri bara einn hornsteinninn í öryggi fólks allt höfuðborgarsvæðið. Ég held að við verðum að átta okkur í raun á alvarleika málsins. Það er í mínum augum mjög alvarlegt ef að Akureyrarmódelið í því hvernig við veitum heilbrigðis- og félagsþjónustu að steyta á sker vegna deilna í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Við höfum nefnilega horft til Akureyrar sem fyrirmyndar fyrir það hvernig við sinnum þeim sem eru veikir, sérstaklega eiga við geðræn vandamál að stríða, og þessi góða samþætting í þjónustunni algjörlega frábær og eitthvað sem við eigum að stefna að, og þess vegna verða bakslag fyrir okkur öll ef ekki finnast einhverjar nýjar leiðir til þess að Akureyri fikri sig út úr þessu með nýjum þjónustusamningi þessi verkefni. En það af mjög mörg að taka. Ég vildi nefna þetta hér. Auðvitað mætti líka nefna dæmi málaflokkar sem voru í ólagin eru núna komnir í lag, eins og þátttaka ríkisins í húsaleigubótum, en árum saman var þetta eins að ríkið borgaði bara einfaldlega of lítið miðað við gerða samninga, og þannig mætti áfram telja. En ég mjög ánægður með þennan fund. Takk fyrir að setja þessi mikilvægu mál á dagskrá og gangi ykkur vel í ykkar samningum fyrir norðan. Við horfum mjög til þeirra og eigum í raun mikið undir því upp á framtíðina að þetta renni ekki allt út í sandinn. Borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson loki máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forsetar og góðir borgar- og bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að byrja að taka undir það sem hér hefur verið sagt grátkóra og ekki grátkóra. Það skiptir gríðarlega miklu máli að trúnaður og traust ríki á milli sveitarfélaga og ríkis, og það skiptir máli líka bara hvernig við högum okkur í þeim samskiptum. Og það alveg rétt að sveitarfélögin hafa dálítið hagað sér eins og þau séu unglingar á ríkisheimilinu og verið svona einhvern veginn frekar frústreruð yfir því hvernig mamma og pabbi láta. Og það ekki alveg eðlilegt að sveitarfélögin tali með þeim hætti hvorki við ríkið né ríkið. Og mér finnst skipta máli, eða ríkisvaldið, mér finnst skipta máli að við svolítið tökum okkur alvarlegar. Og það ég held í alvörinu að sveitarfélögin geti tekið sjálf sig miklu alvarlegar í þessum samskiptum. Mig langar til þess að ræða hér hefur verið rætt verkaskiptingu, það hefur verið rætt þau verkefni sem að sveitarfélögin hafa verið að taka af ríkinu eða vinna og hvernig skiptingin hefur verið. Mig langar til að ræða verkefni sem að við höfum ekki skipt með okkur, en verkefni sem við þurfum samt sem áður að vinna. Og það að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla.
Það þannig að hið opinbera á að axla ábyrgð á börnum. Við höfum það þannig í dag að fram að 9 mánaða aldri greiðir ríkið eða fæðingarorlofssjóður sem að ríkið sér að innheimta og greiða úr foreldrum fæðingarorlof. Við tökum ekki við börnunum aftur á móti hér í Reykjavík ekki fyrr en 2 ára aldur og á Akureyri skilst mér kannski niður í 18 mánaða aldur en í báðum sveitarfélögum er bil frá fæðingarorlofi að leikskóla. Við höfum svo skyldur gagnvart börnunum sveitarfélögin frá því að þau eru 2 ára í raun og veru og þangað til að þau eru orðin 16 ára. Þá tekur ríkið aftur við með fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Það þannig að börn eiga heimtingu á þjónustu frá 18 mánaða til 2 ára aldri, alveg þangað til þau eru 18 ára, en á þessu stutta litla tímabili þar sem þau eru ómálga, ósjálfbjarga og á mjög viðkvæmu stigi í þroska, þá ber hið opinbera enga ábyrgð. Það ekkert eðlilegt og auðvitað eigum við bæði ríki og sveitarfélög að axla ábyrgð í þessum efnum. Við höfum hér í Reykjavík samþykkt að efna til viðræðna við ríkið og gerðum það reyndar á meðan fæðingarorlofslögin voru í gildi sem áttu að innleiðast á 3 árum, þar sem að fæðingarorlofið átti að fara upp í 12 mánuði og ég sá fyrir mér að við gætum mögulega á þessum 3 árum reynt einhvern veginn að vinna áætlun það hvernig við getum tekið á móti börnum frá 12 mánaða aldri, mögulega með því að fá öðruvísi tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga, mögulega með einhverjum öðrum leiðum, ég veit það ekki, en það hefði þurft að ræða þetta. Það að ríkið hafi svo afturkallað þessi lög og haldið áfram að hafa fæðingarorlofi bara 9 mánuði náttúrulega mjög slæmt, en krefst þess engu að síður að við setjumst niður og ræðum hvernig hægt að brúa þetta bil. Það var samþykkt þverpólitísk þingsályktunartillaga á Alþingi núna bara fyrir jólin þetta sama að það þyrfti að hefja viðræður við sveitarfélögin það hvernig hægt væri að brúa þetta bil. Á fundi, ég held að það hafi verið allsherjar- og menntamálanefnd sem var með þetta frekar en velferðarnefnd, ég ekki alveg klár á því, en á þeim fundum sem nefndin átti með alls konar hagsmunaaðilum komu bara jákvæð viðbrögð í ljós. Það voru allir sammála það að hið opinbera yrði að axla ábyrgð með einhverjum hætti. Ég vildi bara minnast á þetta hér af því að hér eru 2 stærstu sveitarfélögin á landinu að ræða saman verkefni sem við þurfum að leysa með ríkinu. Þetta eitt af því sem við þurfum að ræða við ríkið og best væri náttúrulega ef að ríkið væri hérna líka. Og kannski það eitthvað sem við eigum að taka upp. Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi, sagði frá því hér áðan að við værum farin að hitta þingmenn Reykjavíkurkjördæmis. Kannski ættum að hafa það þannig ef við þróum þetta samstarf okkar hér áfram að við hittum þingmenn Reykjavíkurkjördæmis og Norðurlands eystra þá, vænti ég. Ég veit það ekki, þetta eitthvað sem við þurfum að bara skoða hvort við viljum þróa áfram vegna þess að það skiptir máli að samtalið sé ekki bara á formlegum vettvangi heldur líka óformlegum. En ég vildi allavega bara minnast á þetta og hvetja Akureyringa til þess að taka jákvætt í það ef að ríkisvaldið leitar til ykkar. Ég veit það að það var svo sem ekkert, þau voru ekkert að tilnefna neitt ógurlega marga í viðræðuhóp þegar við samþykktum hér að leita eftir viðræðum við ríkið að þá tók bæði mjög langan tíma að fá tilnefnda aðila til þess að taka þátt í þessum viðræðum fyrir hönd ríkisins og það kom bara 1 ráðuneytisstarfsmaður. Það var ekki nein sendinefnd eða pólitískir fulltrúar, þannig að það eitthvað sem við munum leitast eftir, að fá inn pólitíska fulltrúa til þess að finna út vegna þess að auðvitað er að há pólitískt mál hvernig við leysum úr þessu. En ég allavega bind vonir við að Akureyri sé tilbúin í þetta verkefni með okkur og við verðum að axla ábyrgð á þessum börnum eins og öðrum. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson. Já, forsetar, ágætu borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar. Það var nú eiginlega komið fram á varir mínar að segja bara ágætu borgarfulltrúar. Það var nú komið til táls að Akureyri taki sér borgarheiti og gott ef það var ekki bara ágætur borgarstjóri Reykjavíkur sem ýtti svolítið undir okkur með það að við ættum að gera það. En borgin nú ein í landinu og það höfuðborg Íslands.
Við sækjum hann oft heim, ég geri það mjög oft, oftast stuttar og snöggar ferðir og þá náttúrulega eins og margir mér í sama hreppi háðir því að hafa greiðar og hindrunarlausar samgöngur við Reykjavík. En kannski ekki þegar við komum í svona skotferði til Reykjavík erum við að finna fyrir því, eða þá tala ég frá eigin hjarta, að við erum að heimsækja höfuðborgina. En ég vil taka hér undir orð okkar ágæta bæjarstjóra og þakka fyrir höfðinglegar móttökur í dag. Og allavega ég fann fyrir því að ég var að heimsækja höfuðborg Íslands. Það þótti mér bara þægilegt, mér þótti það gott. Og ég held að það sé þannig fyrir okkur öllum komið að við viljum hag Reykjavíkur, höfuðborgarinnar sem mestan. Það hagur okkur allar. Það höfuðborgin hefur aðra burði og meiri fram yfir aðra til þess að halda merki okkar á lofti. Og svona í ljósi þess hvernig við ætlum að koma fram gagnvart ríkinu og eins og Eiríkur bæjarstjóri kom hér inn á og við höfum vettvang Sambands íslenskra sveitarfélaga, þá hefur mér fundist stundum að þetta sé svona skipt. Það embættismannahópurinn sem að undirbýr fundina, það Reykjavík, jafnvel hugsanlega hluti af höfuðborgarsvæðinu og síðan við landsbyggðarfólkið. Ég ekki að segja að það sé óeining, ég ekki að segja það að menn séu að hnýta eða níða skóinn niður af hvor öðrum, en Reykjavík hefur bara þessa sérstöðu. Og ég hef oft velt fyrir mér þessu hlutverki, höfuðborgar hlutverki Reykjavíkur, umfram aðrar þjóðir. Nágranna þjóður okkar búa þannig sem stærri og fjölmennari þjóðir að þær eiga borgir sem að geta tekið við mörgum hlutverkum, öfugt við hér. Og svona í ljósi þess að við erum að tala aukin verkefni frá ríkinu til sveitarfélaga, þá horfi málið þannig við mér að Akureyri tekur ekki við fleiri hlutverkum. Við höfum enga burði til þess. Ég ekki að segja að samskiptin við ríkin hafa alltaf verið erfið og þetta var alltaf snúist krónur og aura. En við tökum ekki við fleiri verkefni. Við vorum þarna ákveðin fyrirmynd og við höfum líka akkurat eins og kom hér fram hjá borgarfulltrúa Degi horft til Reykjavíkur þróun mála. Vegna þess að kennitölur okkar eru svipaðar kennitölum ykkar. Það einmitt horft til Akureyrar kannski með svipuðum hætti og til Reykjavíkur hér á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum að þjónusta okkar nágranna og þá erum við komin í þennan vanda með öll þessi mörgu sveitarfélög að við erum að reyna að finna form á þessum leiðum. Þjónustusamninga, byggðasamlög og við sjáum ýmis vandkvæði á því eins og til dæmis núna dæmið með strætó. Við erum ólík. Sameining sveitarfélaga fyrir mér var eitthvað sem ætti að geta gengið svona hér á höfuðborgarsvæðinu. Við sáum kannski merki þess í dag þegar við heimsóttum höfuðborgarstofu að það búið að gera könnun á því, sagði ykkar ágæta markaðsfólk, að túristar sækja Ísland í menningu sem þá bundin við Reykjavík og svo náttúruna sem þá nær yfir landið allt. Og þessi menningaþáttur vaxandi. Og það þykir mér ekki ólíklegt, það sé rétt og þetta kom mér ekki óvart. Ég meina, Reykjavík hefur staðið sig ágætlega og hefur gefið sér svona nafn á alþjóðavettvangi þannig að fólk sækir hérna í fjölbreytta menningu sem hér innan. En hvað gerist? Jú, okkur sagt að nágrannasveitarfélögin hafi svona gefið eftir sína sérstöðu. Þeir segja við auglýsum markaðssetjum ferðamálin undir lógói Reykjavíkur. Það vel. Það sem hér að myndast svona samstarf þetta mikilvæga atvinnumál, eina öflugustu stóðuna núna á þrengingatímum undir atvinnulíf okkar. En það þannig að í Reykjavík alltaf sumarvertíð. En það eru ennþá 2 vertíðar norður á landi, vetur og sumar. Og því miður lítil hreyfing á mörgum hótelrýmum á Norðurlandi. Fyrir mér þriðja stjórnsýslustigið ekki vegur, það ekki leið í svona litlu landi.
Ég get tekið undir það sem hér hefur nefnt að við þurfum að setja upp sviðsmyndir. Við höfum líka horft til þess sem vel hefur verið gert hér í Reykjavík varðandi einmitt að setja upp sviðsmyndir. Við höfum verið erfiðar það að setja okkur langtíma áætlanir, deilt það hvort að þær eru verið til 3 eða 10 ára, en sjáum nauðsyn þess. En skórinn það þrengdur að okkur að á svona tímum þá hefur það gengið eftir. En maður má ekki láta undan því að horfa til langstíma og við höfum verið að horfa til Reykjavíkur án þess að við höfum fengið að sjá í þær bækur ykkar eða skoðað en þessar sviðsmyndir sem að þið setjið upp og það mjög áhugavert. Ég vil bara brýna ágæta borgarfulltrúa það að þið séuð svona vel upplýst ábyrgð ykkar eða þessar óskrifuðu kannski væntingar okkar líka til höfuðborgarinnar. Og ekki síst í ljósi þessara algjöru sérstöðu sem Reykjavíkurborg umfram höfuðborgir annarra landa. Við þurfum þá bara að leita til okkar helstu nágranna eins og Grænlendinga og Færeyinga í þeim efnum. Og ég bara fagna því að hafa komið hingað með félögum mínum úr bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar og vænti þess að við eigum áfram gott og frjótt samstarf þessi sameiginlegu mál. Ég vil aðeins víkja að því sem var komið hér inn á þessi verkefni sem við höfum tekið í þjónustusamningum af ríkinu. Fyrir mér heilsugæslan eins og hún með þeim hætti á Akureyri, það hefur gengið vel. En það ekkert svona lokað dæmi sem ekki má taka til skoðunar. Við erum í samkeppni, akkúrat eins og landið allt, heilbrigðisstarfsfólk. Og fyrir mér megum við ekki loka þeim möguleika að horfa á aukinn einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni líkt og nágrannaþjóðir okkar flestar gera. Það grundvöllur fyrir því á Akureyri. Minnumst þess að heilsugæslurnar eins og þær voru settar upp á sínum tíma, þær nú enn við lýði hér í Reykjavík og við líka séð dæmi einkareksta heilsugæslur sem að ganga vel, þær voru settar til þess að samþætta þjónustu í miklu meira dreifbýli en í dag. Þannig að meira orð vil ég ekki hafa þetta. Ég þakka enn og aftur fyrir góðar og skemmtilegar móttökur, því miður get ég ekki verið með ykkur í kvöld. Takk. Þá bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson lokið máli sínu. Við forsetarnir höfum komist að samkomulagi það að vera ekki að standa í andsvörum. Við höfum kannski gleymt að láta okkur vita. Þannig að við munum ekki bjóða upp á andsvör á þessum fundi en borgarstjóri óska eftir því að gera stutta athugasemd við ræðu. Virðulegu forsetar, ágætu borgar- og bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að impra á því einu sem að ég kannski gleymdi að minnast á hér í máli mínu áðan og það varðandi þessa umræðu höfuðborgina. Og við áttum mjög áhugaverðan fund í gær og með þingmönnum Reykjavíkur og meðal annars innanríkisráðherra og það sem var með mitt að ræða þetta að það svo oft talað hlutverk höfuðborgarinnar og hvert það sé og það talað skyldur höfuðborgarinnar. Höfuðborgin hafi ákveðnar skyldur og höfuðborgin hefur líka ákveðna ábyrgð og fólk hefur ákveðnar væntingar líka til höfuðborgarinnar en þetta algjörlega huglægt og þetta huglægt mat og mjög afstætt vegna þess að þetta hvergi skilgreint. Það ekki til nein skilgreining en mér langaði bara að segja frá því að fljótlega hyggst ég eiga fund með innanríkisráðherra og við ætlum að ræða þetta hvort það sé möguleiki á því að reyna að skilgreina betur hvert sé hið raunverulega hlutverk og skylda höfuðborgarinnar. Ég vildi bara segja frá þessu. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Virðulegu forsetar, borgar- og bæjarfulltrúar.
Ég býð Akureyringum hjartanlega velkomna hérna til Reykjavíkur. Ég var svo óheppinn og komist ekki með í þá ferð sem farið var héðan úr Reykjavík til ykkar. Var upptekinn við annað en heyrt margar góðar sögur af því og af ykkar fundum að reyndar aðalega af því sem framfór utan fundana, sem ég skilst að hafi verið mjög skemmtilegt og ég vona að við getum minnstakosti jafnað það hér í Reykjavík. Umræðan sem að Ólafur Jónsson bæjarfulltrúi kom hér af stað finnst mér mjög áhugaverð og borgarstjóri tók síðan undir. Það er að segja hvert er hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborgar. Og við getum líka spurt á móti og velti fyrir okkur hvert er hlutverk höfuðstaðar Norðurlands, því að það er líka ákveðið hlutverk. Og mér finnst höfuðstaðar Norðurlands standa mjög vel undir því að vera annað en bæjarfélag út á landi. Þar eru þessi frábæru söfn sem að við sem að heimsækjum Akureyri nokkuð oft, svipað og bæjarfulltrúinn tók fram að hann kæmi oft hingað til Reykjavíkur. Og það er svolítið gaman að heimsækja þessi söfn, sérstaklega Skáldana, Davíðshús, Nonnahús og Sigurhæðir og svona fleiri minni söfn. Við eigum sko engin söfn, engin heimili skálda og rithöfunda hér í Reykjavík sem er svolítið merkilegt og þið erum með 3. Við erum hins vegar með 3 söfn til einhverjum myndtökurum og svo 1 safn sem er stundum opið sem er tileinkað listmálara. Og það sem að kannski ég vildi segja með þessu er það að þetta er svolítið kenning, svolítið sem við getum lært þessu hér í Reykjavík að söfn þurfi ekki endilega að vera stór. Og ferðamenn sem koma til Íslands, þeir eru ekki að bíða eftir því að fá að sjá einhver risasöfn eins og British Museum sem tekur marga daga að fara í gegnum. Þeim finnst jafn gaman að heimsækja Nonnahús, eða Davíðshús og kannski Ásmundarsafn og þessi minni söfn. Og það væri, við reyndum þetta reynd og svo ég bæti því við, ætluðum að opna eitt safn upp á Laufásvegi sem var safn fjölskyldu sem hafði skilið við húsið eins og heimili voru í upphafi síðustu aldar. En einhvern veginn gugnuðum við á því og gerum það ekki. Svo við Gröndalshús sem er að vísu svona rithöfundahús og skáldahús. En við erum að flytja það frá einu stað til annars og þá einhvern veginn missir það svolítið gildi sitt því miður. Þannig við höfum ekki gengið jafn vel þetta og Akureyringar og við höfum ekki heldur staðið okkur jafn vel og Akureyringar og þar getum við líka lært eitthvað í húsvernd. Húsvernd og gömlu húsin á Akureyri auðvitað einhvern veginn hefur þessi miklu lengri sögu og maður sér að Akureyri hefur auðvitað gengið í gegnum endurnýjun og hús hafa horfið og önnur komið í staðinn og annað slíkt, en samt í miklu minna mæli heldur en gerst hér í Reykjavík. Þannig að ég vildi svona nefna þetta, en ég held að maður velti fyrir sig hvað er það sem að við getum unnið saman og það er að mörgu leyti. Það er mörg reynslan sem að við höfum gengið í gegnum sveitarfélögin hvort í sínu lagi. Ég kom norður til Akureyrar þegar ég formaði menntaráðs og við fórum yfir menntamálin þar og það var gríðarlega áhugavert og lærdómsríkt. Meðal annars var það fræðsla fyrir fullorðna sem að við vorum sérstaklega að leita eftir og við fórum mjög glöð af ykkar fundum á þeim tíma. Svo hef ég líka hitt Norrlendinga hérna á það sem við köllum einhvers konar kynningafundum erlendis á möguleikum á skemmtiferðaskipakomum til Íslands vegna þess að þar eigum við líka samleið. Þau skemmtiferðaskip sem koma hingað til Reykjavík og fara mörg hver, mjög mörg, einmitt hringinn til Ísafjarðar og síðan til Akureyrar og við getum kannski stillt saman strengi okkar og það er svona á vettvangi hafnana og þar hef ég hitt ykkar hafnastjóra við 2 slík tækifæri þar sem menn eru uppteknir við það að kynna það sem að gera má á Íslandi. Ég held líka að PISA er eitthvað sem við getum unnið saman að reyna að greina og við höfum rætt þetta meðal annars á vettvangi sambandsins og síðasta stjórnarfundi sambandsins og það er svo óþægileg staða, svo óþægilegt að ræða PISA eins og þið þekkið öll sem öll vegna þess að við vitum að það er eitthvað mikið að en ekkert okkar hér inni getur sagt fyrir víst hvað er að. Við vitum bara að þetta er ekki í lagi, þetta er að fara í öfuga átt og við getum öll getið okkur til hvað það getur verið. En við þurfum að setjast yfir það og akkur er það þá frekar við og Akureyri og aðrir skólar og þéttbýliskjarnanum. Það er vegna þess að skólar í þéttbýli eru ekki alveg eins og skólar í dreifbýli. Og það er kannski þar sem að við eigum svona samleið, þegar við erum að tala afstöðu okkar og vinnu gagnvart ríkinu, að við erum þéttbýliskjarna, við erum þéttbýli hér á Suðausturhorninu og Akureyri náttúrulega er þéttbýlisvæði. Og þess vegna eru skólarnir okkar líkari heldur en margir aðrir skólar og þess vegna kannski, þrátt fyrir það við tölum hér sambandið og mikilvægi þess að sambandið sé sterkt og það er auðvitað mjög mikilvægt.
En einhvað síður getur vel verið að sum sveitarfélög eigi meiri samleið en önnur vegna þess að við erum í ólík. Og það til dæmis getur átt jafnvel við kjarasamninga. Kannski eiga sum sveitarfélög meiri samleið í kjarasamningum heldur en öll sem sameinuð á vettvangi sambandsins. Ég svona nefni þetta og þess vegna held ég að við getum svona kannski stilt saman strengi okkar meir en verið hefur og kannski að við höfum eitthvað alvöru gagn af því. Bæjarstjórinn talaði hér tiltrú og traust. Ég ætla þá að nefna eitt atriði svo ég sé ekki að endurtaka allt annað sem að aðrir hafa talað sem að mér svolítið hugleikið og það það að sveitarfélögin og ríkið setjast yfir fjárlög og fjárhagsáætlanir á sama tíma. Þeir vinna að þessu fram sérstaklega á haustinn þegar kemur fullur þungi í þetta og fjárhagsáætlanir og fjárlög eru lögð fram á mjög svipuðum tíma. En báðir aðilar halda að sér spilunum. Ríkið að vinna sín fjárlög en það fer ekki yfir þau með okkur. Það spyr ekki sveitarfélögin að því hvernig stendur á hjá ykkur. Og þess vegna þegar við förum yfir okkar fjárhagsáætlun án þess líka að hafa einhver upplýsingar frá ríkinu eða gefa ríkinu upplýsingar, þá erum við að raunverulega að vinna okkur inn í vasa, inn í kaupgetu, inn í kaupmáttin hjá fjölskyldum landsins án þess að hafa samfellt, án þess að ræða málin hvað teljum við að fjölskyldur landsins geti þolað. Hvað hægt að ganga langt í að leggja útsvar og tekjuskatta og bara alla skatta og gjaldskrár á fjölskyldur landsins. Mér finnst þetta að vera rangt að þessu staðið og mér finnst þetta þarna skorta tiltrú og traust. Hvor aðili vinnur í sínu horni. Í Danmörku það þannig að það eru fundir á milli sveitarfélaga og ríkisins þegar þessi vinna stendur yfir. Og menn komast að samkomulagi það hvað raunhæft og hvað getur haldið upp í kaupmátti og lífsgæðum þrátt fyrir kannski aukna skattheimtu eða breytta skattheimtu. Þannig ég ætla að svona setja þetta fram. Þetta ekki eitthvað sem að sambandið hefur verið að vinna. En mér hefur alltaf fundist þetta hálfskrítið og svona vond vinnubragð. Ég ætla aðeins að minnast á annað vegna þess að við bæjarstjórinn vorum að ræða það hérna aðeins í hádeginu í dag. Og það það að ég hef áhyggjur af byggðarþróun og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að við höldum vök okkur og fylgjumst vel með byggðarþróun. Akureyringum hefur ekki verið að fjölga. Ég tek 5 ári fyrir Hagstofun og skoða hvernig það hefur gengið. Þá ekki að sjá að Akureyringum hafi fjölgað nema kannski svona 200-300 manns á því tímabili. Það umhugsunarefni. Það undir þá landsmeðaltali og öll fjölgunin, ég sé hér að einhver ekki alveg sammála mér, en það verður þá bara komið ljós, hér ræðustóllinn að mann getur komið, en öll fjölgunin undanförnum árum hefur verið á höfuðborgarsvæðinu. Og við horfum á landshlutana, þá hefur ekki verið fjölgun, oftast fækkun. Og hvað í Reykjavík? Hér fækkun. Ef við tökum 5 árin, sem að eru svona aðgengileg inn á vef Hagstofunnar, þá sjáum við það að Reykvíkingum hefur fækkað á 5 ára bili. Það náttúrulega áhyggjuefni fyrir okkur vegna þess að höfuðborgarsvæðið hefur hins vegar verið það eina svæðið sem þar sem fólksfjölgun hefur átt sér stað. Og ég held bara svona, þetta nokkuð sem við þurfum að bæði Akureyri og Reykjavík að hafa hugfast að sveitarfélag sem staðnar að þessu leyti það mun gera það mjög erfitt í framtíðinni að sinna þeirri þjónustu sem af sveitarfélaginu krafist. Og það náttúrulega annað sem að kannski líka mikilvægt fyrir okkur að hafa hugfast að þessi stærri sveitarfélög eins og við og hérna í Reykjavík og Akureyri að það krafist meiri þjónustu af okkur heldur en öðrum minni sveitarfélögum og þess vegna eigum við líka meiri samleið. Félagslegi þátturinn miklu sterkar og miklu meiri, krafan og okkur miklu meiri heldur en á önnur sveitarfélög og minni sveitarfélög. Nú aðeins bara höfuðborgarskyldunar, það nefnilega gríðarlegur hagur sem að Reykjavík hefur að því að vera höfuðborg, sem enginn virðist vita hvenær gerðist. Og hagurinn kannski felst í svona stofnunum eins og þjóðleikhús, þjóðminjasafn, þjóðskjalasafn, þjóðarbókhlaða, Háskóli Íslands, menntaskólarnir, ráðuneytin, allt þetta hérna tilheyrir höfuðborg. Og höfuðborgin hefur þess vegna, Reykjavík, gríðarlegan hag af þessari stöðu sinni og auðvitað þess vegna stendur undir þeim skyldum sem þessu öllu saman fylgir. Og það margþætt
Ég veit að mér ræddu til dæmis samgöngur og þá sérstaklega flugvöllin á síðasta fundi, ég hafði spurnir af því og það auðvitað hluti af þessu öllu saman. Ég ætla ekki að tala mikið lengur því að þetta verður stuttur fundur en við öll eftir að eiga að Ólaf undaskildum góða stund á eftir upp í Höfða þannig að þá getum við haldið áfram okkar samræði. Takk fyrir og takk fyrir komuna. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi, ekki borgarfulltrúi, bæjarfulltrúi Geir K.R. Aðalsteinsson. Virðulegi forseti, ágætu borgar- og bæjarfulltrúar. Vil byrja líkt á sveitunga mínir á því að þakka borgarstjórn fyrir höfðunglegt heimboð. Dagurinn var ánægjulegur hingað til og verður örugglega ekki síðri þegar líður til ykkur á kvöldið. Gaman líka að sjá mikinn áhuga borgarbúa, það komast miklu fleira heldur en vilja hérna á pollunum. En aðeins varðandi samskipti sveitarfélaga og ríkis. Ég kom nýr inn í pólitíkina í síðustu kosningum árið 2010 og var svona að upplifa fullt af nýjum hlutum og eitt af því var þetta samskipti okkar við ríkið og þetta er svona komið svolítið óvart, þetta virkaði svolítið þannig að sökum fjarlægðar, það er kannski ólíkt, það sem ólíkt komið með okkur og borgarfulltrúum að það er meiri fjarlægð fyrir okkur í nefndirnar og þingmennina og þá sem að öllu ráða, þannig að við þurftum að gera okkur ferð svona í bæinn til þess að heilla menn og svona framan af þá snerist þetta það að eins og bæjarstjóri kom inn á áðan að fara á fund fjárlaganefndar, hitta ráðherra eða embættismenn eða aðstoðarmenn ráðherra og sannfæra þá að verkefnin heim í héraði skiptu meira mál en önnur verkefni og þá var gott að þekkja mann og annan og verið í sama flokki og allt þetta og þetta fannst mér alltaf svolítið skrítið verklag en hugsaði með mér, ok, þetta hefur alltaf verið svona og ég er ekkert að fara að breyta þessu. Þess vegna fannst mér mjög ánægjulegt árinu 2012 þegar kynnt var alveg nýtt verklag undir merkjum sóknaráætlunum landshluta. Þá var fjármagnið fært svona meira heim í hérað og ákvarðanatakan færð heim til fólksins sem að þar býr. Alþingi ákvaður í hvaða málaflokka skyldi setja hvaða upphæð og árið 2013 voru þetta 400 milljónir sem fóru í þetta og fyrirheitin voru þau að auka síðan þessu upphæð smátt og smátt, þá talaði alltaf 1,2 milljarða í þessar sóknaráætlanir. Og ég kynntist þessi verklagi mjög vel sem formaður Eyþings sem eru landshlutasamtökin okkar fyrir norðan og þar var þetta unnið þannig að það er boðað til mjög stórs fundar, það var 60 manns sem að sóttu þennan fund, töluvert fleiri boðaðir reyndar og þarna voru ekki aðeins fulltrúar sveitarfélaga, kjörnir fulltrúar, þetta líka fulltrúar atvinnulífsins, stofnana á svæðinu, nemenda í skólunum, framhaldsskólum og háskóla og fleiri hagsmunaaðilar sem komu saman og höfðu til grundvallar greiningar frá Byggðastofnun styrkleika og veikleika og ógnanir á tækifæri svæðisins, atvinnuleysi og hvað atvinnulífið var að kalla á og ýmislegt svona og menn fóru í samtal í svona hópavinnu og út úr þessu kom síðan fullt af hugmyndum sem að ákveðin hópur síðan vann áfram og úr þessu voru sett saman 6 verkefni sem í gangi núna fyrir norðan og ganga öll gríðarlega vel. Ef við rétt svona innprási verkefnum að þá er eitt beint millilandaflug allt árið til Norðurlands inn á Akureyri. Það í gangi ákveðin flugklassi í þessu máli. Orkuauðlindasamstarf, það að segja svona framtíðartækifæri í eldsneytisframleiðslu á svæðinu sem eru mikil. Þetta verkefni gengur líka mjög vel. Verkefni sem mjög áhugavert sem að snýrist að svara kannski kalli atvinnulífsins. Það svona símenntunarverkefni sem að snýst það að efla verk- og tæknimenntun á svæðinu og þetta einmitt verkefni sem að verður einhvern veginn að halda áfram. Það ekki nóg að taka bara 1 ár, heldur þetta svona eilíða verkefni að endurmennta fólk og leiða fólkinu þær brautir sem að atvinnulífið kallar eftir. Eitt verkefni snýrist fjölmiðla, það að segja að draga fram hvað að gerast á svæðinu og N4 gerðu fyrir okkur 20 þætti ýmis mál, menningamál og skólamál og ýmislegt.
þar sem verið að draga fram allt hið góða á svæðinu okkar, að það sé ekki bara dauði og djöfull í sveitunum og fámennar sveitafélögunum, til að sýna landsmönnum að það mikið að gerast á svæðinu. Og þetta verkefni því lokið og það núna í sýningu á N4 og hefur fengið mjög góða móttökur. Eitt verkefni í menningarmálum heitir Aftur heim. Það snýst það að gefa listamönnum af svæðinu sem brottfluttir, hingað suður eða erlendis, tækifæri á að koma aftur heim með sín áhugamál, vinna að sinni listgrein heima eða sína sínu verk, gríðarlega vel heppnað og flott verkefni. Og síðasta verkefni svona greiningaverkefni sem verið að greina í menningarmálum grunngerð og mannauður heitir það. Það verið að greina hver eru styrkleika svæðisins í menningarmálum og hvað maður betur fara. Og þessi verkefni ganga öll mjög vel. Þetta eru verkefni sem tekin ákvörðun að fólki sem býr á svæðinu veit hvað þetta snýst og hefur, ég hef ekki ennþá hitt þann sveitarstjórnarmann á svæðinu sem ekki ánægður með þetta verklag. Virkilega flott og svona meira í takt við nútímann að mínu mati. Þess vegna bara á mér svolítið þegar ég las fjárlögin fyrir 2014, þar sem búið að vera að taka þetta verklag og hreinsa það algjörlega út á borðinu. Í staðinn fyrir að bæta við fjármagni eða í það minnst að halda því eins, að þá var það tekið úr 400 milljónum niður í 15. Með öðrum orðum, það bara verið að sláta út á borðinu, þetta góða verklag. Og við erum aftur komin í þennan leik að koma inn í ráðuneytin, setja upp bindið og sparisvipinn og reyna að heilla menn til þess að sannfara að peningarnir eigi að koma á okkar svæði. Og það allir í þessum leik núna. Ég var síðast á fundi núna í janúar þar sem verið var að plotta hver í hvaða flokki, hver þekki þennan. Við þurfum að ná meira til okkar en hinn. Við erum aftur komin í þennan sama slag. Og ég sorgmæddur með þessa þróun og ég skora á ríkisvaldið að dusta ríkið aftur af sóknaráætlunarvinnunni. Hún ekki fullkomin en að mínu mati skref í rétta átt að færa ákvarðanavaldið og fjármagnið til þeirra sem að búa á svæðunum og vita betur hvað málið snýst. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég hlakka mikið til kvöldsins með ykkur, hlakka sérstaklega til þess að sjá aftur endursýningu á skemmtiatrinu frá Sóleyju Tómasdóttur síðan í Hofi í fyrra og hlakka til að eiga með ykkur gott kvöld. Takk fyrir mig. Þá hefur bæjarfulltrúi Geir K.R. Aðalsteinsson lokið máli sínu. Ég langar líka að segja hlakka rosalega til að horfa á Sóleyju í kvöld. Þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæru forsetar, kæru bæjarfulltrúar og borgarfulltrúar. Virkilega ánægilegt að vera hérna með ykkur í dag. Við erum búin að vera að kynnast aðeins enn betur því að þetta ekki fyrsti skipti sem við erum að hittast. Ég hef líka verið þessar ánægju njótandi að bæði heimsótt ykkur heim á vegum skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur. Það var einstaklega ánægjulegt og skemmtilegt að koma bæði í skóla og leikskóla og kynna sér frítíma þjónustu hjá ykkur sem að ég held að þið eigið ennþá eftir að læra alltaf mikið af okkur en við höfum líka verið að læra mikið af ykkur. Eins var ég svo lánsöm að fara með atvinnumáladeild núna fyrir jól að kynna okkur atvinnuúrræði til virkni hjá Akureyrarbæ og ég verð að segja að það var algjörlega til fyrirmyndar og þess vegna fannst mér líka mikilvægt að koma upp þótt að vissulega dagskrárliðurinn hér fjalli samskipti við ríkið. En það var virkilega ánægjulegt að sjá ný verkefni, flott verkefni sem þeir eru búin að vera að þróa lengi og það kannski eins og þegar við sóttum ykkur heim borgarstjórn og þá komu þau réttilega inn á að þið voru meira, hvað ég segja, tilbúin þegar hrunið skall á að þið voru komið með fleiri verkfæri til að takast á við breytingar sem samfélagið verður fyrir og þess vegna eins og ég segi og ég tek held ég get tala fyrir þann hóp sem fór og kynnti sér virknimálin að það var virkilega til fyrirmyndar. En mér finnst þetta auðvitað koma kannski inn á það að þessi samskipti sem hér að myndast bæði í dag og þegar við sóttum ykkur heim í fyrra að slík samskipti eru til fyrirmyndar. Ég held að þetta sé bara til að styrkja sveitarstjórnarstigið og þessi fyrirmyndarsamskipti
eru vonandi það sem við viljum sjá í samskiptum okkar við ríkisvaldið. Hér búin að tala grátkór og vissulega það þannig. Ég held að við sem sveitarstjórnar fulltrúar upplifum það stundum þegar við tölum við okkar íbúa, okkar skjólstæðinga. Stundum getum við líka orðin dálítið þreytt á grátkórnum og það dálítið gaman að því að borgarfulltrúin Björk Vilhelmsdóttir, hún hefur oft talað alltaf það hérna upp í pontu og hún hefur sagt, en hvað viljið þið gera fyrir okkur? Hvað getið þið íbúar gert fyrir okkur? Og ég held að það sé heilmikið líka sem að við getum sem sveitarstjórnarstigið gert fyrir ríkisvaldið. Þetta jú dans sem þarf að dansa og dansa saman. Nú, þið eru auðvitað komið langt í því eins og hefur komið hérna fram varðandi heilsugæslu, varðandi að annast fatlaða einstaklinga eða þá sem að þurfa slíka hjálp, og þið eru komið lengra þar og það hefur verið fróðlegt að kynna okkur það. Ég held að við sem störfum á sveitarstjórnarstiginu, við erum nær íbúunum okkar og þar af leiðandi oft metnaður mikill og þess vegna í rauninni sækjumst við auðvitað eftir því. Þá tölum við málefni fatlaðra. Ég held að það hafi gengið að mörgu leyti mjög vel hérna í Reykjavík og fyrsta árið var eiginlega svona eins og honeymoon, kölluðum við oft. Við sáum ekki mikið vankantana en það tekur tíma að sjá hvar vantar inn í. Þetta jú mjög breiður málaflokkur og það svona ýmislegt að koma í ljós og þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt þar sem að endurskoðun þessi málefni fer fram í ár, 2014, að sé mikilvægt að það fari ekki bara fram á vegum sambandsins, heldur líka að við hjá Reykjavíkurborg spyrjum okkar félaga hjá Akureyri hvað helst við ættum að hugsa út í þegar við förum út í að skoða það sem þarf að endurskoða. Ég held að sé ekkert leyndarmál að framtíð sé þannig að heilsugæslan og málefni aldraðra eigi svo sannarlega heima hjá sveitarfélaginu. En fyrst verðum við verðum að stíga eitt stig í einu. Mér finnst ég held að það væri mjög slæmt fyrir íbúana sjálfa ef maður þurfti að stíga stigið tilbaka og ég held að það geti þið örugglega verið sammála að það ekki gott fyrir íbúana sjálfa eða þá sem þurfa á nærþjónustuna að halda. Þannig að þess vegna held ég að við getum lært mikið af ykkur. Eins hefur verið talað framhaldsskólana, það eitthvað sem að sveitarfélögin ættu að taka yfir á sínar hendur. Við höfum rætt það hérna í skólafrístundasviði. Garðabær hefur verið að skoða þessi mál. En ég held að á meðan fjárveitingar ekki að fylgja verkefnum þá verðum við að stíga varlega til jarðar því annars hreinlega kemur það niður á öðrum málaflokkum og við verðum að það til margar málaflokka að líta í borginni. Forseti Geir Aðalsteinsson nefndi hér áðan að við værum í góðri stöðu varðandi landfræðilega þá værum við einna nálægt þinginu. Er ekki með þetta rétt átt? Nei. En það svo gaman eins og kannski við komið hér inn á áðan að það verður rauninni núna í gær áttu við góðan fund með okkar þingmönnum og eins fyrir jól og þá hafði slíkur fundur bara ekki verið haldinn, ég veit ekki, í mörg ár og maður spyr sig af hverju það Þannig að samskipti eru líka stór lykill og ekki langt auðvitað fyrir okkur að labba yfir. Þannig að það margt sem að við þurfum líka að bæta okkur í. Mér fannst dálítið gott að því ég talaði grátkórinn að það var einn ágætur þingmaður sem sagði á fundi okkar í gær að þegar það var einmitt búin að vera dálítið grátkóri í okkur borgarfulltrúunum að hún sagði samt að kosturinn við Reykjavík sem höfuðborg það að fólk vill koma hingað í miklu mæli. Jafnvel þótt að könnun hafi kannski ekki verið okkur í hag daginn á vegum Capacent að þá enga síður bara það var í fréttum í gær var verið að tala að mikið af fólki vill koma hingað og það eftirsóknarvert að koma hingað og það höfum við að vera stolt af. Og ég held að það sama sé með Akureyri að þið sem háskólasamfélag sem við horfum mikið til að það rosalega margt sem við getum byggt á. En með bökin saman þá held ég að við getum verið sterkari. Við getum verið sterkari þegar kemur að viðfangsefnum snerta sameiginleg hagsmunamál. Þannig mér langaði bara að koma hér upp og þakka kærlega fyrir þennan góða fund, hlakka til kvöldsins og minni á að afmælisbardagsins forsetinn Geir Aðalsteinsson hann ætlar jafnvel að taka Stebba Hilmars en hann þykir víst mjög góður á því sviði. Þannig að það ekki bara Sóli Tómas sem klári í að koma fram. Það til mikils að hlakka til. Takk. Þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir.
forsetar og ágætu bæjar- og borgarfulltrúar. Þetta er einstaklega skemmtilegur fundur. Ég ætla bara örstutt að þakka fyrir þessa umræðu samskipti ríkis og sveitarfélaga og ég held að við eigum öll að láta okkur það varða. Hér í upphafi var töluvert talað velferðarmálin og vil ég þakka sérstaklega fyrir það vegna þess hversu mikilvægur málaflokkur það fyrir íbúa sveitarfélagana. Þannig að eftir að hrunið varð að þá hefur svona reynt meira á þennan málaflokk og við höfum þurft að spara hjá sveitarfélagunum eins og við þekkjum mjög vel hér í þessum sal, en stofnanir ríkisins hafa enn frekar þurft að spara og þær hafa í auknum mæli verið að endurskilgreina hlutverk sitt án þess þó að þarfir fólksins hafi eitthvað breyst nema þá til hins meira. Þannig að vegna þess hvað þarfirnar eru miklar og stofnanir ríkisins hafa ekki séð tækifæri til þess að geta mætt þörfum fólksins, þá hefur það orðið meira á hendi sveitarfélagana að mæta þörfum. Félagsþjónustunefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga tók saman minnisblað í haust í nóvember og setti til stjórnar sambandsins sem við erum hérna nokkur í og þá voru 22 mál sem höfðu sérstaklega borist til sambandsins frá félagsþjónustum sveitarfélagana og til félagsþjónustunefndar sem varða svona það sem kallað eru grá svæði, þar sem það óljós verkaskipting og meiri segja frá sveitarfélögum eins og Akureyri sem hafa haft töluvert og í rauninni nánast alla velferðarþjónustu á sinni hendi, þá hafa líka verið að koma upp erfiðleikar á milli Akureyrar og ríkisins í velferðarmálum og þá ég ekki bara að tala varðandi fjármögnun þjónustusamninga, heldur til dæmis finnur Akureyrarbær fyrir þessari auknu ásókn í fjárhagsaðstoð bæjarins vegna þess hvað almannatryggingar og aukin kostnaðarhlutdeild fólks hefur verið í tannlækningum og lyfjakaupum og fleira. Það er einmitt nefnt í þessu blaði. En ég vildi bara minna á að sambandið hefur síðan verið að uppfæra þetta í minnisblað og núna í janúar að þá kom nýtt minnisblað. Nú eru gráu svæðin orðin 24 og eins og lögfræðingur sambandsins sagði, við erum bráðum komið 50 gráa skugga og getum orðið svona metsölu við erum komið metsölubók fyrir næstu jól því að það fjölgar þessu verkefnum og þetta að verða svolítið erfitt verkefni. Mér líst ekkert á það ef Akureyri ætlar að fara að skila ákveðnum verkefnum því að Akureyri fyrirmyndin í velferðarmálum eins og við komum að á eftir. En þetta sem sagt samantekið hjá sambandinu og ég vildi bara nota þetta tækifæri og minna alla hér á einmitt þessa mikilvægu samantekt og hún tekur semst á atvinnumálum, málefnum barna í vanda og fjölskyldna þeirra, á málefnum fatlaðs fólks, aldraðra, þeirra sem að búa við fátækt, málefni innflytjenda, heilbrigðisþjónustu og síðan ýmis atriði. En nú þetta orðið svona 24 verkefni sem eru í vanda bara á velferðarsviði í þessum samskiptum og sambandi grínast með það því að það veit að þessum verkefnum að fjölga. Þetta eru töluverðir fjármunir sem fara í þessa þjónustu. 25% af útsvari Reykjavíkur fer í velferðarmál og 26% af útsvari Akureyrarbæjar fer í velferðarþjónustu samkvæmt félagsþjónustuskýrslu sambandsins. Þannig að þetta töluvert og þetta búið að aukast mjög mikið á síðastliðnum árum og ég held að við sjáum ekki almennt í fjármagn sem fer í velferðarmál. Við viljum að fólki líði vel og við mætum þörfum þess en það verður að vera réttlát kostnaðarskipting þannig að fólk upplifi sig ekki að vera að þiggja einhverja ölmusu frá sveitarfélögunum. Fólk á rétt á þessu samkvæmt lögum og reglugerðum og við eigum að geta veitt þessa þjónustu án þess að fólk finni fyrir því að það sé að þiggja eitthvað sem erfitt fyrir sveitarfélagið. En þannig svo komið þegar svona stórt hlutfall útsvarstekna fer í velferðarmál og kostnaðarskiptingin hefur ekkert breyst á þessu sviði svona lengi. Þannig að ég tek undir það að vandi Akureyrar í velferðarmálum
sem svæði sem hefur svona heildstæða þjónustu verður að vera vandi okkar allra sveitarfélagana og ekki síst höfuðborgarinnar, því að þetta Akureyrarmódelið eins og við viljum einhvern veginn öll fara inn í og íbúarnir vilja, eins og ég kem að síðar í dag þegar ég tala ánægju íbúa Akureyrar versus Reykjavíkur. En takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Það ert þú. Forsetar, ágætu bæjar- og borgarfulltrúar. Ég tók eftir ég var kallað borgarfulltrúi Guðmundur Baldvin og það kannski helgast að því að bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson myndist á að við getum kallað okkur borg en ég sammála Ólafi að við erum ekki borg, við erum bær en að mörgu leyti gegnum við sömu skyldum og höfuðborgin okkar hvað varðar ýmsa þjónustu. Það hefur komið fram hérna í máli borgarfulltrúa að þeir hafa litið gjarnan til okkar ágætu þjónustu í velferðarmálum sem hefur verið nokkurs konar fyrirmynd en nú hefur dregið ský fyrir sólu og við stöndum núna í viðræðu við ríkið þar sem að heilsugæslan okkar í uppnámi. Við höfum á undanliðnum árum verið að greiða með heilsugæslunni og nú hefur bæjarstjórn sagt hingað og ekki lengra, við getum ekki endalaust borgað það sem ríkinu ber að borga. Borgarfulltrúi Dagur kom inn á í máli sínu hér að varðandi vandamál sem að höfuðborgarsvæðið á í varðandi sjúkraflutninga og þetta vandamál snýst það að fá greitt tilbaka það sem að höfuðborgin eða sveitarfélög hafa verið að greiða með þessari þjónustu. Það akkúrat líka það vandamál sem við höfum að glíma við á Akureyri. Við höfum verið að greiða með þessari þjónustu og eigum bæði í heilsugæslunni og öldrunarmálum höfum við talið okkur eiga rétt á endurgreiðslu frá ríkinu. Við höfum ekki viljað hætta að veita þessa þjónustu. Þetta nærþjónusta sem við teljum að við eigum að veita og við höfum gert vel á umliðnum árum en það verður kannski ekki endalaust haldið svona áfram. Þessi tekjuskipting eða skipting tekjustofna á milli sveitarfélaga og ríkisins, hana þarf að laga. Við þurfum í rauninni að fá það sem okkur ber frá ríkinu til þess að standa undir þessari velferðarþjónustu og við, líkt og þið hér í höfuðborginni, þurfum að snúa bökum, eða stöndum í sama vanda og þurfum að snúa bökum saman í þessar umræðu. Við höfum ekki verið að grátkór, heldur eigum við að sjá til þess að fólk sem þarf á þessari þjónustu að halda fái þá þjónustu og við getum ekki gert það nema með samningum og samstarfi við ríkið. Við höfum ýmislegt rætt, það hefur ýmislegt verið rætt hérna og ég ætla ekki að fara að taka upp sömu mál. Ég saknaði þess á síðasta kjörtímabili þá komum umræður persónukjör upp og mér hugnaðist þessar tillögur nokkuð vel. Hins vegar hafa þær alveg dagað uppi og ég hefði talið að þetta hefði verið mjög gott og þarft verkefni að fara í núna í komandi sveitarstjórnarkosningum ef að menn hefðu bara haft kjark til. Kannski hefði sveitarfélögin þurft, ég veit ekki hvernig það var almennt, hvernig áhugi sveitarfélaga var, en minnst að kosti fann ég fyrir áhuga í okkar sveitarfélagi og kannski hefði menn átt að fara og sækja bara svolítið á ríkið að þessi lög yrðu og við færum bara í persónukjör sem ég tel að eigi heima í sveitarfélögum. Annað sem ég hefði vilja minnast á hérna líka varðandi skiptingu á fjármunum ríkisins. Við höfum lent í því á Akureyri ekki lentum ekki í því, við eignuðumst eitt stykki menningarhús sem að kostar okkur mikla fjármuni og við höfum talið að ríki ætti að koma sterkar inn þar. Við höfum þurft að skera niður aðra menningarþjónustu til þess að mæta þessu. Það var þó ekki þetta katastróf eins og menn reiknuðu með að allt myndi leggjast af á Akureyri í annarri menningu, sem betur fyrir ekki. Okkur hefur tekist vel til að reyna að halda út í annarri starfsemi, en hins vegar alveg ljóst að leikfélagið sem dæmi hefur þurft að líða fyrir þetta svo önnur menningarstarfsemi. Þannig ég held að við, og höfum svo sem vel gert í því, bæjarfulltrúi Halla Björk hefur rekið málið ákaflega vel fyrir okkur Akureyringa, hefur verið að sækja á ríkisvaldið, en hins vegar hefur okkur lítið gengið. Þannig að það er svona kannski
dæmi það að við erum með svona höfuðborgarskyldur, við erum að reka þarna dýra menningarstarfsemi sem að okkur vantar fjármuni til og viljum kannski fá aðstoð ykkar Reykvíkinga við að sækja á ríkisvaldi í þessum efnum. Ég held að bara ástæða fyrir að ég kom hér upp var svo að ég var ekkert sjálfstæðlega búin að undirbúa mig undir og við ætlum svona ekkert öll kannski að fara upp, en eins og þegar maður kemur í þennan glæsilega sal þá stenst maður bara ekki mátið. Það er bara svo virkilega gaman að standa hérna í pontu í þessum fallega sal, horfandi á allt þetta, já ég segi frábæra fólk sem maður oft sér í fjölmiðlum og sér oft í þessari ágætu pontu og aðeins að njóta augnabliksins. Ég ætla mér líka að njóta augnabliksins í kvöld með ykkur og mér heyrist skemmtiatriðin verða mjög lífleg og flott. Að vísu var Sóli að tilkynna okkur sessunautunum sínum þarna að hún ætlaði nú frekar að eiga kvöldstund með Vinstri grænum á einhverjum flokksráðsfundi. Mér finnst það nú afskaplega skrítið val en það er hún hennar að taka það. En ég hlakka til kvöldsins og ég þakka fyrir og það var eitt sem ég kannski vildi segja þetta líka að þessar umræður hér í dag þar hafa verið svolítið öðruvísi heldur en umræðurnar sem við áttum í Hofi á sínum tíma. Það er kannski vegna þess að við þekkjumst betur núna, það er kannski vegna þess að við erum afslappaðri, fyrsti fundurinn var svona dálítið skrifaðar ræður og allir svona svolítið stressaðir, en núna þekkjumst við betur og ég tel afar mikilvægt að Akureyrarbær og Reykjavíkurborg haldi þessu samstarfi áfram á komandi árum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Virðulegu forsetar, bæjarfulltrúar og borgarfulltrúar, ég tek undir það með öðrum að þetta samstarf er gott og vonandi komið til að vera gagnlegt og ég held að við séum þegar byrjuð að læra hvert af öðru alveg sem við gerðum á síðasta ári, bæði á fundinum í Hofi og ekki síður utan hans. Og við höfum oft vitnað í þessa ferð á fundum okkar á milli svona í borgarkerfinu þar sem við ræðum ýmis mál og ég hef verið duglegur að minna það að við höfum ekki að hyggja að sækja okkur þróunaraðstoð norður í ákveðnum málum og ég kannski hef það minnst oftast á skíðamálin, hvernig þau hafa verið byggð upp hjá Akureyrarbæ í miklu samstarfi við einkaaðila. Þeir voru einhvern veginn dregnir að fjármögnuninni í því máli og líka bílastæðamál og hið fræga klukkukerfi sem æ fleiri Reykvíkingar þekkja nú að afspurna því það hefur reynst svo vel fyrir norðan. En á dagskrá þessa fundar er að ræða samskipti ríkis og sveitarfélaga. Það má þetta margt segja, en yfirleitt þegar þau mál eru rædd svona á sveitarfélaga vettvangi, þá snúast þau svona mikið að það er að sækja á ríkisvaldið. Og umræðan hefur líka verið svolítið hér í dag. Við eigum að sækja á ríkisvaldið, við erum að sækja á ríkisvaldið hvert úr sínu horni, en ég heyri að vilji einhverja minnsta kosti til þess að samræma þessa sókn, þannig að við eigum, ef við getum sameinast um eitthvað mál, þá eigum við að sameinast um það að sækja meira á ríkisvaldið. Væntanlega þá til þess að greiða meiri peninga til sveitarfélagsins. Ég er ekki viss að það sé rétt taktík. Ég held að við höfum ekki síður að velta fyrir okkur að þrátt fyrir og við áttum okkur væntanlega á því að í hvert sinn sem við leggjum út í nýja þjónustu og aukum kostnað, þá verða íbúar að borga það til okkar með einhverjum hætti, til dæmis með hærra útsvari. En ef við komum þessu kostnaður á ríkið, þá það sjálfsögðu að kosta þess að þjónustu með einhverjum hætti, til dæmis með hærri skattgreiðslum. Og við þurfum að velta því fyrir okkur í hvert sinn sem við viljum sækja eitthvað til ríkisins, hvort það sé heildinni fyrir bestu og fólkinu í landinu að skattarnir hækki með einhverjum hætti, því að eins og við vitið þá eru okkar umbjóðendur, þetta er ekki bara útsvarsgreiðendur sem greiða í bæjarsjóð og borgarsjóð, heldur líka skattgreiðendur til ríkisins. Og það verður ekki undan vikist að ekki síst þegar fyrir þessum hópi að ræða byggðaþróunina eins og ýmsir hafa vikið að hér áður. Við vitum að það má segja að fræðilega sé Ísland að breytast í borgríki. Það er oft sagt að borgríki séu þau þar sem svona 80% íbúa eða fleiri búa einu þéttbýlissvæði
og það sækir óðum í þá átt, það stefnir í þá átt hér á Íslandi, hvort en það er til góðs eða ills. Ég er ekki viss sjálfur, ég held að þéttbýlisþróunin sem hefur verið í gangi í Íslandi síðastliðin 100 ára hefur verið mjög ör. Ég held að hann hafi verið til góðs. Ég er ekkert endilega viss það að það sé til góðs að allir sækja á eitt svæði. Ég held að það geti alveg gengið og væri að mörgu lítið skemmtilegra að það væru nokkur mjög þéttbýl svæði, en raunin er hins vegar svo að við erum með höfuðborgarsvæði hér sem er mjög stórt, sem er að nálgast 80% landsmanna, og eina viðnámið gegn því svæði er þá rauninni Eyjafjarðarsvæðið eða Akureyri. En það má slá því föstu að Ísland sé smá svona að breytast í borgríki og gerir það innan einhver ára ef það breytist ekkert. Þessi þróun hefur átt sér stað í rúmlega öld og allan þann tíma hafa íslensk stjórnmál að miklu leyti gengið út á að koma í veg fyrir þéttbýlisþróun. Lengi vel, það eru bara nokkur ár síðan það breytist, þá hafði dreifbýli meirihluta þingmanna og stjórnmál snerist að miklu leyti að halda upp í byggðastefnu, móta byggðastefnu og koma í veg fyrir þessa þéttbýlisþróun eða minnst kosti draga úr henni. En það hefur ekki tekist, langflestir búa nú í þéttbýli og ég er alveg viss að þessi þéttbýlismyndun, hún er stór hluti af þeim mikla hagvexti og þeim bættu lífskjörum sem hafa átt sér stað hér á síðustu öld. Og nú stöndum við ekki síður, og það hefur verið talað að það hefur verið atgervisflótti úr dreifbýli til þéttbýlis, en nú stöndum við frammi fyrir því vegna bara mikillar alþjóðavæðingar og aðeins lakari lífskjara á Íslandi með það sem áður var, að við erum í mikilli hættu við að gagnvart atgervisflótta til útlanda, að missa okkar unga fólk, ekki bara til Reykjavíkur kannski eins og staðan var áður, heldur til útlanda. Það er alveg raunverulega hætta að þjóðflutningar úr landinu færist til aukana, og ég held að það sé eitt stærsta viðfangsefni okkar stjórnmálamanna, hvar í flokki eða sveitarfélagi sem við stöndum eða stjórnsýslustigi, að búa unga fólkinu okkar góðar aðstæður að búa á. Og það er mjög gaman að tala um höfuðborgarhlutverk, höfuðstaðarhlutverk, en mér finnst ég mjög oft heyra að þegar að menn eru með einhverjum hætti að réttlæta meiri útgjöld, réttlæta meiri skattgreiðslur, þá grípa menn til þess að tala um höfuðborgarhlutverkið. Ég held að hlutverk okkar í sveitarfélögunum eigi fyrst og fremst að vera það að búa fólkinu okkar í íbúunum góðar aðstæður til þess að lifa og til þess að geta bætt lífskjör sín. Og það verður ekki horft fram hjá því að einn hluti af því að lífskjör hér á landi er ekki alveg nógu góð er það að þetta er stórt land, það eru miklar niðurgreiðslur sem eigi sér stað í þágu dreifbýlisins. Við getum bara nefnt að póstkostnaður í þéttbýli hann er miklu meiri en það þyrfti að vera vegna þess að við erum að niðurgreiða póstkostnaði í dreifbýli. Það þekkja allir samgöngukostnaðinn, það þekkja allir jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem heldur að mörgu leyti upp í óhagkvæmu stjórnkerfi í dreifbýlinu. Við erum að mörgu leyti að halda upp í óhagkvæmu skólakerfi þar, landbúnaðarframleiðslu og svo má áfram telja. Ég held að sé ljóst og nýjasta dæmið er jöfnunargjald á dreifingu raforku sem er nýfarið í gegnum þingið, sem ég tel töluvert óheilla skref og mun að sjálfsögðu bitna mest á þéttbýlum svæðum eins og höfuðborgarsvæðinu og Akureyri, frekar óheppilegt því það hefur verið að niðurgreiða þá dreifingu raforku í dreifbýli. Það er spurning hvort við höfum efni á þessu, allur þessi kostnaður safnast þegar saman kemur, gerir það erfiðara að búa í þéttbýli þá og gerir það að mörgu leyti þá kannski girnilegra í hugum unga fólksins að hverfa frá landinu til útlanda þar sem kostnaður er með einhverjum hætti ódýrari og launjafnvel hærri. Og þannig að ég tel að svar sveitarstjórnarmanna við þessu eigi ekki endilega verið alltaf að berjast fyrir sitt kjördæmi og fjölga millifærslukerfum. Þið munið öll eftir gömlu byggðasjóðunum, atvinnutryggingasjóðum og öðrum byggðasjóðum sem dugðu ekki og kostuðu ómælt fé. Ég held að áðan var að tala hér sóknaráætlanir landshluta. Ég held að þessar sóknaráætlanir landshluta, þetta eru bara í einum skilningi byggðasjóðir, nýjir byggðasjóðir,
millifærslukerfi sem bara nýtt nafn komið á. Við þekkjum allir þessa gömlu sjóði. Það getur að sumu leyti verið betra að fá þessa millifærslusjóði heim í hérað og láta menn heim í héraði ráðstafa þeim. En það getur þó verið miklu betra að færa þessa fjármuni bara heim í hús til fólksins sjálfs, reyna að minnka opinberan kostnað og auka þannig viðnámsþrótt þéttbýlisins, bæta lífskjörin með þeim hætti. Ég sé fyrir mér að þetta sé mál sem við sveitarstjórnarmenn og kjörnir fulltrúar í þéttbýli getum barist fyrir, og við ættum að reyna að stilla saman strengi okkar í þeim efnum, til dæmis til þess að mótmæla álögum sem eiga sér stað, sem Alþingi sendir á okkur, alveg óháð því hvort það er hægri eða vinstri stjórn eða miðri stjórn við völd. Þessar álögur hafa því miður komið á öllum tímum, og mér finnst að rödd okkar kjörinna fulltrúa í þéttbýli mætti vera sterkari til þess að andmæla þeim. Þannig að ég held að við höfum ekki verið neitt kjördæmavæl. Við funduðum með þingmönnum Reykjavíkur í gær, og þeir gátu þess að það væri mjög sjaldgæft að sjá sveitarstjórnarmenn úr Reykjavík á kaffistofunni í Alþingi. Það var hins vegar mjög algengt að sjá sveitarstjórn úr dreifbýli þar berjast fyrir sínum málum. En ég hef sem sagt efasemdir það að við höfum að stilla strengi okkar þannig að krefjast þess alltaf af ríkinu að það gerir meira fyrir okkur. Við höfum frekar að krefjast þess af því að það verði dregið úr opinberum álögum, þannig að þéttbýlið geti bætt lífskjör síns fólks, meiri kaupgetu á svæðið, og geti þannig fjölga tækifærum okkar til þess að búa betur í haginn fyrir okkar kjósendur. Því miður er það svo að menn eru alltaf til í að fagna meiri útgjöldum eftir telja að sitt kjördæmi græði á því. Ég voru vitni að því sjálfur og örugglega tekið þátt í því sjálfur að manni finnst einhvern veginn hærri opinber kostnaður verið í lagi ef mann lendir ríkisins megin en ekki hjá okkur. Þá manni nokk sama eða einhverjum sama, en auðvitað okkur ekki að vera sama neina hækkun á opinberum kostnaði, því að þegar til lengdar lætur þá þýðir að verði lífskjör fyrir fólkið. Við höfum frekar að sækja á ríkið að lækka skatt og lækka opinberar álögur, ekki síst á þéttbýlið, og minna á það, og ég held að það sé setning sem ég heyrði ekkert mann hjá Sigurði Sigurðssyni, fyrrverandi bæjarfulltrúa á Akureyri, að við verum átt okkur af því að eftir því sem opinberir kostnaðar hækkar, skattar hækkar, þá það er ekki endilega þannig að lífskjörin hjá fólkinu batnar. Það hefur meiri tilhneigingu til þess að bæta við sér vinna þá lengri vinnudag, og það er tími sem er þá tekinn frá fjölskyldunni og börnunum. Það skulum við ætíð hafa í huga þegar við tölum meiri opinbera eyðslu og reyna að stilla henni í hóf, reyna að stilla slikum kröfum í hóf í samskiptum okkar við ríkið, því að það er mín skoðun að þá muni okkar umbjóðendum fólkinu í landinu farnast best. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, og þá er næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar Sverrisson. Sagði eitthvað rétt? Já, hvað heitir hann? Ég kalla hann kaupmanninn. Hvað heitir hann? Já, það er þessi kaupmann. Það er þessi kaupmann. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Það eru tveir kaupmenn. Forsetar ágætu bæjarfulltrúar, hann er ljótt að vera líkt við Ragnar Sverrisson, sköllótta mann. Það er allir búin að vera tiltölulega jákvæðir varðandi þessi samskipti milli ríkis og sveitarfélaga. Ég er bara ekki alveg sammála ykkur, því að eins og kom fram í máli okkar ágætu forseta Geir Kristins, að þá væntanlega þessi litlu peningar sem við erum að berjast við til dæmis út af strætómálinu, að væntanlega kostnaði við að komast milli Reykjavíkur og Akureyrar hærri heldur þessi peningar sem við erum að reyna að fá tilbaka. Maður spyr sig í mörgum málum af hverju þetta sé svona. Ég held að þetta sé ákaflega flókið stjórnkerfi sem við erum að glíma við. Stjórnvaldið er ákaflega seint til svara, og í rauninni stjórnin hjá okkur ákaflega hæg líka. Það sem ég sé einhverja lausn í svona máli til frambúðar, við hreinlega fækkum störfum bæði hjá sveitarfélögum og ríkinu, bara til að menni þau auðvitað með að tala saman, bara tala við færra fólk. Þetta gengur ekki svona til lengdar.
Og ég hef verið talsmaður þess að ef á okkur hallar í ákveðnum málumum, eins og í heilsugæslunni, í málum aldraðra, að ríki getur bara hirt þetta tilbaka. Mér finnst okkar tíma miklu betur varið að við sinnum þeim málefnum sem við höfum algjörlega tök á. Mér leiðist ákaflega að vera að heyra fundi eftir fundi þar sem vera að ræða einhver peningamál og það fara heilu vikunni ekki mánuðinni sem skila þá engri niðurstöðu. Bara tilbaka með þetta til ríkisins geta átt þetta eins og var hérna áður. Ég ætla að vera bara ákaflega stutt orðið eða stutt í partíið. Og þetta að sakna Sóley alveg gríðarlega í kvöld, en ég vildi aðeins nýta hérna á, það kom fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, að það virtist sem okkar tilveru á landsbyggðinni væri byggð á niðurgreiðslum. Svo höfum við það alveg að kristaltæru, borgarfulltrúa Kjartan, að af hverjum 2 krónum sem kemur skatttekjum af landsbyggðinni, fáum við 1 tilbaka. Og svona rétt í blálokinu ætlaði að þakka líka borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni fyrir ákaflega góða setningu þar sem hann talaði um að hornsteinn í öryggi íbúa væri sjúkraflutningar. Þannig að völlin í Vatnsmýrinni. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Sigurður Guðmundsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Oddur Helgi Halldórsson. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin. Þetta flottur salur og fínt og ég ætla að nota mér hérna tæknina. Ég ekki bara stóra innan, ég líka stóra utan. Sko. En það nefnilega alltaf jafn gaman að heimsækja þessu höfuðborg okkar. Og sérstaklega í góðu veðri, hún ekkert sérstaklega núna en þið kunnið svo vel að vera út í öllum veðrum sem við Akureyringar kunnum ekki. En hún skartar að sjálfsögðu sínu fegursta. Hún falleg. Ég hef verið svo heppinn að kynnast borginni á nýjan hátt og skemmtilegan undanfarin ár. Því ástæðan sú að ég á hérna litla fjölskyldu. Son, tengdadóttir og 2 barnabörn sem búa hérna í gamla Vesturbænum. Tækifærin hafa því verið nógu mörg að ganga hér miðbæinn og Vesturbæinn og virða fyrir sér mannlífið og að tala um þessi allan að fjölda gífurlega fallegra húsa sem þið eigið. Þetta alveg stórkostlegt svæði. Mér langar aðeins að bregðast í orðum Sóleyjar borgarfulltrúa þegar hún sagði að við varum í Norðurlandskjördæmi eystra. Núna heitir það Norðausturkjördæmi og ég skil alveg að hún hafi ruglast vegna þess að okkur finnst stundum að þingmennirnir okkar viti ekki að Akureyri er Norðausturkjördæmi. Reynslan hefur kennt mér að það sama hvar í flokki við stöndum í sveitarstjórn að baráttan raun og alltaf svo sama. Það réttlátari skipting á milli ríkis og bæjar. Því miður þá virðist það oft verið þannig með þær aðgerðir sem ríki grípur til hagræðingar og niðurskurðar að það oft ávísun á minnkandi tekjur eða aukin útgjöld hjá okkur. Þetta þekkjum við öll. Sama má segja alls konar reglugerðir og samþykktir sem leggur meiri byrðar á sveitarfélög og almenning. Nefni ég til dæmis síaukna kröfu til bygginga og nýja byggingarreglugerð sem reynda á að endurskoða. Allar þessar aðgerðir hækka byggingakostnað og gerir okkur erfiðara fyrir að mæta kröfum til dæmis félagsleg húsnæði fyrir fatlaðra eða búsetuúrræði fyrir aldraða eða hvað sem það er. Við viljum ekki að ríkið ávísi alltaf meira okkur. Ríkið á að létta undir en ekki þyngja. Ég ætla að fara með þessi setningu aftur. Ríkið á að létta undir, þá ekki að þyngja. Ég nefni þessi dæmi hafi verið núna varðandi samninga, menn að tala um að stytta aðfarnám til háskólanáms. Ég ekkert endilega sammála því mér finnst að börnunum okkar eigi að vera börn lengur og oft þegar við verðum fullorðin þá skemmtilegstu tíminn, það er framhaldsskólatíminn í menntaskóla eða eitthvað.
En ef menn vilja stytta þetta, þá segi ég við ríkið, við skulum stytta grunnskólan 1 ár. Taka af 10. bekk, hafa 10. bekk, part af framhaldsskólanum, þannig að þessi hagræðing komi til bæjanna, ekki ríkisins. Við getum svo séð það fyrir þá að reka 10. bekk. Ég minnist þess, ég er búin að vera töluvera stund í þessu, að þegar að við tókum við grunnskólann á síðan tíma, þá er ég sannfærður það og það voru margir að við fengum aldrei nægilega fjármagn með. Og það er eitt sem við getum, sveitarstjórnarmenn, sama hvar í flokki við stöndum, litið sjálf okkur nær með það. Við höfum alltaf sagt, við erum miklu betri að gera þetta og hitt heldur ríkið. Og höfum stundum verið full áköfi að taka við verkefnum áður en við erum búin að ganga frá því að fá nægilegt fjármagn með. Ég er ekki endilega að tala að ríki borgi, heldur fáum við réttlátari skiptingu skattegna. En svona er þetta. Ég þreytist ekki á að segja að Akureyri erfitt að bera Akureyri saman við önnur sveitarfélög heldur en Reykjavík, nema við erum bara 8 sinnum minni. Því við höfum sömu skyldu að gegna fyrir norðan eins og þið hérna, því að fyrir allt landið. Við erum svona miðstöð. Við rækjum þær skyldur sjálfsögðu með gleði eins og mér finnst Reykjavík gera. Það sem er stutt að sækja þjónustu og annað. Ég tek sem dæmi til dæmis bara með Flóru íþróttafélag. Ég er ekki viss að mörg sveitarfélag okkar stærð séu með undir 30 íþróttafélag. Reykjavík er með það, en ég velti fyrir mér hinn stóru sveitarfélag í landinu. En hins vegar er það þannig að það sem að gera okkur sveitarfélögin stundum veikari í þessari, eigum að segja, baráttu, og þeim málum sem við erum að berjast fyrir, það er þessi innbyrðis rígur á milli sveitarfélaga. Það næst allt of sjaldan samstaða verkefni á vegum sveitarfélaga, sérstaklega þegar það sækja ríki. Hvar þau eiga að vera, í hvaða röð eiga að koma og hvernig á að leysa verkefni. Ég ætla að nefna ykkur til dæmis, við erum búin að standa í því undanfarin ár fyrir norðan að berjast fyrir gerð Vaðlaheiðarganga. Þau eru fjármögnuð óháð samgönguáætlun og gert ráð fyrir að notendur greiði. En leið þá heyrist ekki samstaða frá öðrum sveitarfélögum. Nei, sveitarfélögin þau vildu öll fá göng í sinn hrepp á sitt landsvæði, en ekkert þeirra var tilbúið til þess að láta notendagjöld borga nema Akureyri og Eyjafjarðarsvæði. En af hverju studduðu það ekki? Ég skil það ekki. Annað dæmi er eins og við komum hérna fram áður með flugvöllinn á Akureyri. Hann er einn af varaflugvöllunum fyrir Keflavík, eins og þið vitið. Við höfum verið að reyna að byggja upp þar millilandaflug og koma og styrkjan og annað, en þá bregðum við að hreppirnir í kringum okkur, sveitarfélögin, bæði vestan og austan, byrja að potast í það, að reyna að samfara stjórnvöld að þau þurfa að fá varaflugvöll í sinn hrepp. Þarna vantar samstöðuna. Svona er það því miður allt oft. Já, eða þegar kemur að flutningi opinberra starfa. Það vilja allir fá í sinn hrepp og engin samstaða næst. Og það er eins og þið vitið, eins og að sagt hérna í gamla þetta, sameinaði stöndum við, sundraði föllum við. Við megum ekki líta á okkur sem samkeppnisaðila. Við eigum að styðja hvort annað. Til dæmis við eigum að styðja Reykjavík. Reykjavík er okkur alveg gríðarlega mikilvæg. Það væri ekki gaman að búa á Íslandi ef Reykjavík væri ekki hérna. Hún er okkar höfuðborg. Hún er meira svo okkar næsti nágranni því að við erum bara 40 mínútna fjarlægð. En
Mér langar aðeins að koma líka inn á öldrunarmál og þessi verkefni ríkis og bæjar. Okkur telst til fyrir norðan að þau verkefni sem við erum með fyrir ríkið á öldrunarþjónustu og heilsugæsluna og tala nú ekki um sjúkraflutningana, að við séum að borga með þessu hátt í 300 milljónir ári. Sveitarfélag á stærð við Akureyri munar en 300 milljónir ári. Og við teljum að þetta sé auka skattlagning á okkar þegna sem við viljum ekki sjá. Við erum ekki að fara fram á neitt sem við teljum okkur ekki eiga. Við viljum ekki vera frekar en aðrir. Við viljum bara fá það sama, sitja við sama borð. Í öldrunarþjónustunni til dæmis, eins og hefur verið rætt hérna og kemur væntanlega hérna eftir, höfum við staðið okkur vel. Og þá má ekki gleyma starfsfólkinu okkar, þessu frábæra starfsfólki sem við höfum. Þar er matið og þar er þetta borgað samkvæmt svokölluðu ræmati, daggjöldin. Og ræmati fer eftir því hvað aldraða fólkið okkar er hresst. Við stöndum okkur svo vel, eða starfsfólkið stendur sér það vel, að gamla fólkið og öldrunarstofnanir hjá okkur, það er tiltölulega hresst og að verða þá lægra í ræmati og í staðinn fyrir að fá umbun fyrir að láta fólkinu líða vel, þá fáum við lægri daggjöld. Heyrðu lagsi, ef þú stendur þig vel, þá ætla ég að refsa þér. Þetta er það sem ríkið er að segja við okkur. Ekki er ánægja fólksins og líður því betur. Jæja, við höfum nú fyrr í dag farið víð borgina og séð margt forvitnilegt. Ég er líka sannfærður eins og aðrir hérna að vettvangurinn hérna og þessi samstarfsvettvangur, borgar og bæjarstjórnar sem við tókum upp, séu okkur báðum til góða. Það hefur verið frábært að koma hingað, við lærum alltaf eitthvað nýtt og Akureyri og Reykjavík eiga helling sameiginlegt. Mér langar að enda þessi fáu orð mín hérna á erindi úr Hávamálum, en svona að gamni geti alltaf ég segi það líka að ég á einmitt frumútgáfuna áritað höfundi. En erindi sem ég ætla að fara með er svona: Sá einn veit er víða ratar og hefir fjöldum farið, hverju geði stýri gumna hver, sá er vitandi er vits. Takk. Nú hefur bæjarfulltrúi Oddur Helgi Halldórsson lokið máli sínu. Þá er ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Þó hafa borgarstjóri og bæjarstjóri óskað eftir því að vera með ódauð lokaorð undir þessum dagskrárlið. Eiríkur, gjörðu svo vel. Forsetar, ágætu borgar- og bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að nota tækifærið og þakka kærlega fyrir þessa umræðu. Hún hefur verið afskaplega frjó, hún hefur verið upplýsandi og að mínum mati mjög góð. Mér langar líka bara að koma því að borgarfulltrúar þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af því að Akureyrarmódelið sé neitt að trosna þannig að við séum að gefast upp. Við viljum að sjálfsögðu berjast fyrir því og munum berjast fyrir því að þetta haldi áfram. En það er eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom ágætlega hérna inn á áðan. Þetta skiptir nefnilega máli að þessi fjárhagsverkefni séu samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga og það er það sem er kjarninn í því verkefni sem að bíður okkar að þetta sé litið á þetta sem samstarfsverkefni á okkar vettvangi. En takk kærlega fyrir þessa umræðu. Takk. Þá er bæjarstjóri Eiríkur Björgvinsson lokið máli sínu og þá mun borgarstjóri eiga lokaorð. Gjörðu svo vel. Virðulegu forsetar, ágætu borgar- og bæjarfulltrúar, ég vildi bara þakka fyrir mjög ánægjulega og góðar ræður og já, við erum bara ein þjóð. Takk fyrir. Það er borgarstjóri lokið máli sínu. Við förum í annan dagskrárlið sem er